nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Biðjum. Himneski Guð, þú sem reistir son þinn frá dauðum. Hjálpa okkur að syrgja ekki eins og þau sem ekki eiga vonina að. Hjálpað okkur að sigrast á óttanum við dauðan, í öruggri vissu upprisu og eilíft líf. Minnt okkur á að þú telur dag okkar, svo að við mættum öðlast viturt hjarta fyrir trún á Jesú Krist. Blessaðu þessa stund í helgidómi þínum og láttu okkur finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þinn blessaða son, Jesú Krist. Við biðjum í hans nafni. Amen. Heyrum heilagt orð, í Sýraksbók stendur skrifað. Hún var sem röðull roðar musteri hins hæðsta, lík regnboga ljómar í björtum skýjum. Hún var sem útsprungin rós á vordegi, lilja við lindar uppsprettu, skrúð Líbanonskóga á sumardögum. Hún var sem logandi reykelsi á eldfatinu, ker af slegnu gullni, sem prýtt marskins eðalsteinum. Hún var sem ólífutré, sem svignar undar ávöxtum, kýprisviður,
sem teygist til skýja. Amen. Og heyrum einnig þessi orð úr Filippíbréfinu. Páll postuli skrifar: verið ávallt glöð í drottni. Ég segi aftur, verið glöð. Ljúflynd ykkar verði kunnugt öllum mönnum, drottin í nánd. Verið ekki hugsjúk neitt, heldur gerið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkargjörð. Og friður Guð sem æðri öllum skilningi mun varveita hjörtu ykkar og hugsanir ykkar í Kristi Jesú. Að endingu systkin, allt sem sagt, allt sem göfugt, rétt og hreint, allt sem elskuvert og gott afspurnar, hvað sem dygð og hvað sem lofsvert, hugfesti það. Þið skulu gera þetta sem þið hafi bæði lært og numið, heyrt og séð til mín. Og Guð friðarins mun vera með ykkur. Þannig hljóðar hið heilaga orð og sælir þau heyr og geymi hjarta sínu. Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús mælti: hyggið að liljum vallarins, hversu þær vaxa, hvorki vinna þær né spinna. En ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo gras vallarins, sem í dag stendur en á morgun verður í ofn kastað, skyldi hann þá ekki miklu fremur klæða yður þér trúlítil. Segið því ekki áhyggjufull, hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingjarnir, og yðar himneski Faðir veit að þér þarfnist alls þessa. En leiti fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér Kristur.
Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Við erum hér samankomin til að kveðja Sólveigu Huldu Kristjánsdóttur og þakka fyrir ævi hennar. Sólveig Hulda var lífsglöð kona með smitandi hlátur. Hún var dugleg kona sem auðgaði líf allra þeirra sem henni tengdust. Líf sérhverjar manneskju er eins og rós. Það er fegurð og hamingja, líkt og rósablómknappur sem springur út, en svo eru á stilknum þyrnar eins og tákn fyrir erfiði lífsins sem stundum stingur okkur. Og líf manneskjunnar er líkt rósinni, því eins og blómið fölnar og visnar, þannig deyr einnig manneskjan. Textar Biblíunnar eru mjög hreinskilnir, þar er aldrei dregin fjöður yfir það að mannleg tilvera eigi sér upphaf og endi. Og boðskapur Biblíunnar er sá að andspænis þessum hverfuleika, þá ættum við samt ekki að fyllast áhyggjum, heldur treysta Guði og hugsa það að njóta lífsins. Hyggið að liljum vallarins. Tilgangur lífsins er sá að gefa hverjum degi lit, finna tilgang og gleði í amstri dagana. Jesús talar að við ættum að leita Guðs ríkis og réttlætis og þá muni hamingjan og allt annað falla okkur í skaut. Vinkona okkar Sólveig var kona sem kunni að njóta lífsins. Í endurminningunni er eins og hún hafi alltaf verið brosandi, alltaf svo vel til höfð og glæsileg, full af lífsorku
dansandi heima á gólfinu með rúllur í hárinu, syngjandi sjómannavals eða hlustandi á Óðin Valdimarsson. Ljósmyndin framan á grafljóðunum. Þau sýnir svo vel hvernig manneskja hún Sólveig var. Augun og andlitið eru spegill sálarinnar. Þau sýna hvaða mannesku við höfum að geyma. Þau endurspegla hver við erum og hvernig okkur líður. Og við ættum að lifa eins og hún Sólveig gerði. Við ættum að endurkasta ljósi kærleikans og gleðinnar og hugsa það að bera öðrum birtu og yl. Hér eru ljós heimsins, segir Jesús Kristur á öðrum stað í fjallræðinu. Og svo bætir hann við, þannig lýsir ljósið þar meðal mannanna að þeir sjáu góðverk yðar og vegsami föður yðar á himnum. Gleði og kærleikur, það er ekki hægt að gefa fólki betri gjafir en það. Og það var það sem hún Sólveig Hulda gaf fólkinu sínu. Hún Sólveig Hulda Kristjánsdóttir var Súðfirðingur, fædd á Suðureyri þann 14. júlí árið 1937. Foreldrar hennar voru hjónin Kristján Guðmundsson og Sveinbjörg Elín Júlíusdóttir. Sólveig átti 8 systkini og var hún næst yngst þeirra. Elst var Ester Hafliðadóttir en þær Sólveig voru sammæðra. Svo komu þau Unnur, Helgi, Karl, Sigríður, Marta og Dagrún. Yngst var Karlotta. Af þessum systkinum á lífi í dag þær Dagrún og Karlotta. Þær gátu ekki verið hér við þessa athöfn í Ísafjarðarkirkju en kveðja systur sína úr fjarlægð. Það eru samúðarkveðjur til aðstandenda frá Döggu systur og fjölskyldu og eins frá Karlottu og fjölskyldu. Það hlýtur að hafa verið gaman og mikið fjör að alast upp í hópi 9 systkina og ekki nema vona að Sólveig sjálf hafi verið lífsglöð kona sem naut þess að vera innan aðra. Suðureyri eins og þið þekkið vestfirskt sjávarþorp umgirt háum fjöllum. Þar hefur löngum verið gott og fjölskrúðugt mannlíf, góður staður til að slíta barnsskónum og æska Sólveigar leið hratt við leiki og nám. Þegar Sólveig var 16 ára gömul þá eignaðist hún með Heiðari Guðmundssoni, dótturina Þuríði Kristínu. Ekki var það frekara sambandi Sólveigar og Heiðars. Sólveig bjó áfram í foreldrahúsum með dóttur sína. Á sumarkvöldun fór hún stundum út að hjóla eyrina, svona til að fá sér ferskt loft. Þá tók hún eftir því að iðulega stóð maður við leikvallarhornið og horfði á eftir henni. Þetta var Dýrfirðingurinn Gestur Yngvi Kristinsson. Seinna sagði Sólveig kynni þeirra gestar, hann ætlaði alltaf að ná í mig. Já, góðar konur láta okkur karlana alltaf hafa svolítið fyrir hlutunum. Það óx ást á milli þeirra Sólveigar og Gestar og það var ekki bara rómantík hinna fyrstu kynna, heldur áttu þau í rómantísku sambandi alla ævina. Alltaf þegar þú sást þau Sólveig og Gest á kvöldgöngu á Suðureyri, þá leiddust þau hönd í hönd. Þau voru mjög samstíga hjón og þau áttu mjög vel saman. Og alltaf gat Gestur komið Sólveigi í gott skap og hresst hana við, því með lífsgleði og bjartsýni þá verða allar þrautir yfirstíganlegar. Þau Sólveig og Gestur byrjuðu að búa saman 21. ágúst 1954. Þau byrjuðu upp á lofti í Þórarinshúsinu í lítilli leiguíbúð. Svo keyptu þau sér húsið á Brekkustíg 7. Í fyrstu voru efnin ekki mikil. Það var búdingur í saltfisktunnu, síld marineru í annarri tunnu
og svo nægur harðfiskur og svo voru grautar og brauð. Sólveig passaði upp á að heimilisfólki hennar fengi alltaf nóg að borða. Hún lagði metnað sinn í eiga fallegt og hreint heimili. Hún prjónaði og saumaði föt á börnin sín og sat stundum við það fram á nætur. Gestur var á sjónum og hún var heimavinnandi eins og þá var til siðs. Laust eftir 1970 fluttu þau svo upp á Hlíðarveg 4. Heimilishaldið var í föstum skorðum. Það var hafragrautur og lýsi á morgnana, alltaf heitur matur í hádeginu. Líka þegar Sólveig vann í frystihúsinu, þá skaust hún heim í 10-kaffinu og kveikti undir kartöflunum. Og svo var alltaf kaffi klukkan 3, kvöldmatur og oftast einhver hressing seinna kvöldið. Strákarnir sendir í sveit á sumrin til systur Sólveigar hinum megin við fjallið á bæ í Staðardal og Sólveig var sjálf alltaf til staðar, bæði fyrir eiginmann sinn og börn. Hún var í raun bjargið sem fjölskyldan var reist á. Líkt og margir Vestfirðingar þá var Sólveig hreinskiptin og með munnin fyrir neðan nefið. Hún gat alveg látið fólk heyra það ef henni mislíkaði, en svo var það líka farið. Lífsglatt fólk á oft svo auðvelt með að ýta leiðindunum á bak sér og dvelji ekki lengi við hlutin og það er mjög góður eiginleiki. Þau Sólveig, Hulda og Gestur Yngvi giftu sig hjá sýslumanninum í Reykjavík þann 4. október árið 1963. Ég ætla að segja aðeins frá börnum og afkomendum Sólveigar. Þuríður Kristín er elst, hennar maður er Páll Ólafsson. Þau eiga 3 börn, þau Huldu, Gest, sem spilaði nú hér listavél og saxofónin, og Þóru Kristínu. Barnabörnin eru 7 talsins. Eitt þeirra, hún Alma í Kaupmannahöfn, hún kveður langömmu sín úr fjarlægð með trega. Saman eignuðust þau Sólveig og Gestur 5 börn. Kristinn heitir elsti sonurinn, hans kona er Jóhanna Vilhjálmsdóttir. Kristinn á 5 börn með fyrrverandi eiginkonu Sólveigu Möller Pálsdóttur. Frumburður þeirra Páll Eiríkur Möller dó í frumbernsku. Blessuð sé minning hans. Svo koma þau systkinin Páll Eiríkur, Gestur Yngvi, Anna Margrét og Guðríður Dröfn. Barnabörnin eru í allt 10 talsins. Synir Jóhönnu, konu Kristins, eru þeir Daði Freyr Sigurðsson og Eyþór Atli Sigurðsson. Þá kemur Óðinn. Hans kona er Pálína Margrét Pálsdóttir. Þau eiga 3 dætur. Það eru þær Tinna, Tara og Vera. Barnabörnin eru 12 talsins og svo er 1 barnabarn. Þá kemur Gunnhildur. Hennar maður er Albert Marselíus Högnason og þau eiga 2 börn. Það eru þau Sif Huld og Arnar Friðrik. Barnabörnin eru 6. Jón Arnar er næst yngstur, hans kona er Katja Nísmer. Jón Arnar á 4 börn með fyrrverandi eiginkonu sinni Hildi Eiðsdóttur. Fyrst er Óðskýr stúlka Jónsdóttir, blessuð sé hennar minning. Svo koma þær systur Kristín Ósk, Ardís Dögg og Laufey Hulda. Barnabörnin eru 9. Yngstur er svo Sveinbjörn Erlendur Yngvi. Hans kona var Borghildur Kristín Magnúsdóttir sem kvaddi þennan heim árið 2023. Blessuð sé hennar minning. Það er gott að trúa á Guð, því þá trúir maður á lífið. Þá veit maður að það vakir einhver yfir manni, einhver sem hjálpar manni og opnar fyrir manni nýjar dyr í lífinu. Hún Sólveig var trúuð kona. Hún hafði gjarnan hjá sér sérprentaða bænabók úr sálmabókinni og í henni las hún oft bænir á kvöldin og þessi bók fylgdi henni með í kistuna. Trúað fólk er iðulega lífsglatt og hjartahlýtt. Það er ástæða fyrir því að Páll postuli segir lærisveinunum í Fílipí:
að vera glaðir. Gleðin er að vita það að maður sé elskaður af Guði og sé mikilvægur í hans augum. Kannski er lykillinn að lífshamingjunni líka sá að geta séð spaugilega fleti á tilverunni. Eins og þegar þau Sólveig og Gestur voru á kvöldgöngu og sáu elsta strákinn sinn steypast framfyrir sig á hjólinu ofan í stóran drullupoll. Og í stað þess að skamma strákinn holdvotugan og skítugan, þá hló Sólveig svo innilega að hún átti bara erfitt með að draga hann upp úr pollinum. Eða þegar þau Gestur fóru saman á leikrit í félagsheimilinu á Súgandafirði og hann benti henni á að hann var í ósamstæðum spariskóm, öðrum brúnum en hinum svörtum, þá skríkti Sólveig af hlátri. Og hún Sólveig hafði svo smitandi hlátur að það var eiginlega ekki annað hægt en að láta hrífast með, enda eru hlátur og lífsgleði mjög smitandi. Og oft var hún glatt á hjalla þegar þær systur hittust. Sólveig var mjög félagslynd og vinamörg, hún tók þátt í að setja upp og flytja leikrit á Þorrablótum, hún starfaði með kvenfélaginu og það var oft mjög gestkvæmt á heimili Sólveigar. Því Gestur eiginmaður hennar var hreppstjóri og sat í sveitarstjórninni og alltaf galdraði Sólveig fram veitingar, enda var hún hagsýn húsmóðir sem átti alltaf eitthvað til í búri sínum. Og það í hennar anda og minningu sem ástvinir og aðstandendur Sólveigar bjóða til erfidrykkju í sal frímúrara að athöfn lokinni. Ég flyt hér hjartans samúðarkveðjur frá bróður Gestar, frá Gísla Kristinssyni og Elínu Brimdísi. Þá hinsta kveðja frá Elínu Dalrósu Guðmundsdóttur. Þá eru saknaðarkveðjur frá Kristínu, Smára, Rúnari, Magga og Svenna, börnum Helga, bróður Sólveigar. Sólveig var líka mikil amma í sér. Hún naut þess að vera innan barnabörnin sín og ef þau bjuggu utan Vestfjarða, þá bað hún bara foreldrana að senda krakkana og lofa þeim að vera hjá ömmu í vestfirskri fjallafegurð og sveitasælu og vera ekkert að trufla þau með eilífum símtölum. Núna hinn seinni árin þá hélt hún sambandi við barnabörn og langamubörn í gegnum síma, fasbókina og senduðum reglulega afmæliskveðjur. Þau Sólveig og Gestur áttu saman mjög góða ævi. Þau ráku til dæmis bókabúð á Suðureyri nokkur skeið, þau ferðuðust innanlands og þau ferðuðust utanlands og þau nutu lífsins saman. Í mörgum stofum heima hjá okkur eru þessar mundir útsprungnar páskaliljur eða páskatúlípanar í blómavasa, ellegar hríslur með gulum blómum á. Guli liturinn minnir okkur á páskana og vorið sem að koma, en það kemur að því að blómin í vasanum fölna. Og eins það með okkur mannfólki, við eldumst og lýjumst. Stuttu áður en Gestur var 70, kenndi hann sér meins. Þau Sólveig ákvað að minnka við sig, þau seldu á Suðureyri og keyptu sér íbúð á Hlíf, þjónustu íbúð, því Gestur vildi vita af konu sinni á góðum og öruggum stað. Gestur Yngvi Kristinsson lést í ársbyrjun 2006. Hann var kvaddur á ástvinum og jarðsettur í Réttarholtskirkjugarði í Engidal. Blessuð sé minning góðs manns. Það er mikið áfall að missa maka sinn, sérstaklega þegar það hefur verið jafn innilegt samband og var á milli þeirra Sólveigar og Gestar. En Sólveig naut þess að eiga að börnin sín, tengdabörn og aðra afkomendur. Þann 1. desember árið 2024 fór Sólveig Hulda yfir á hjúkrunarheimilið Eyri. Þetta eru 3 og mjög heimilislegar einingar. Fólk út af fyrir sig með eigið herbergi og
getur tekið á móti gestum og síðan stórt sameiginlegt rými þar sem heimilisfólkið borðar saman. Og það hugsað gamla fólkið og Eyri, það boðið upp á föndur, söng og aðra afþreyingu. Þarna átti Sólveig gott ævikvöld. Sólveig Hulda Kristjánsdóttir kvaddi þennan heim þann 23. mars síðastliðinn. Blessuð sé minning þessarar yndislegu og velgerðu konu. Minningarnar, þær lifa með ástvinum hennar og hún sjálf lifir þannig í hugum þeirra. Í endurminningum og hugsunum þeirra Sólveig ljóslifandi. Hláturinn hennar og brosið, þetta geta þau auðveldlega að kalla fram með því að loka augunum og hugsa til hennar. Hið andlega nefnilega eilíft og hafir þú einhver tíma elskað aðra mannesku, þá máttu aldrei gleyma henni. Því að eilífðin býr í ástinni og kærleikanum. Hyggið að liljum vallarins, segir Jesús. Við mennirnir erum hluti af náttúrunni og það í eðli okkar líkt og náttúrunnar allarar að við vöxum, við lifum og döfnum og svo hrörnum við og deyjum. Það gangur lífsins og ekkert fær því breytt. En sá sem trúir á Guð veit að þetta ekki endirinn. Upprisa Jesú Krists á páskum sýnir okkur hvað tekur við. Guð reisir okkur upp til eilífs lífs og látin vinkona okkar mun lifa hjá Guði. Því þegar við deyjum, þá tekur Jesús Kristur í höndina á okkur og leiðir okkur inn í sitt eilífa ríki. Við, persón okkar, minningar og sál, þetta áfram til í eilífðinni. Við lifum hjá Guði og við erum hans og í eilífu ríki hans verða ástvinir saman á ný. Þetta okkar kristna von og þetta var það sem Sólveig Hulda trúði á. Og í hinni kristnu upprisu von kveðjum við hér í dag og segjum: Dýrð sé Guði, Föður, Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen.
Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberun heiðingjum og til vegsemdar líð þínum. Við skulum biðja. Algóði og miskunnsami Guð, við þökkum þér fyrir ævi Sólveigar Huldu Kristjánsdóttur og fyrir allt það sem hún gerði fyrir okkur. Við biðjum fyrir ástvinum hennar, börnum og barnabörnum, styrktu þau Drottinn og huggaðu þau sem hér kveðja. Blessaðu minningar þeirra allra. Í Jesú nafni segjum við öll saman að hjarta: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesú sagði: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Sólveig Hulda Kristjánsdóttir, af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit henni drottin þín eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni, hún hvíli í þínum friði. Amen. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjón að lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottin vor Jesú Krist.
það.